Vegar þessa bíls eru 21 cm og það ansi gott fyrir bíl sem svona mitt á milli þess að vera station og jepplingur. Hann líka með torfæru axelstillingu sem heitir X-Mode sem gerir það að verkum að hann fær í flestan snjó og drullu. Hér erum við komin upp á okkar fjall. Það vor, það allt farið að bráðna, það drulla og snjór út allt. Og þegar ég hugsa Subaru, þá hugsa ég rally og mig langar einstaklega mikið til að komast að því hvort að þessi Subaru sé meira en borgarjepplingur, slyddu jeppi. Þessi rafmagns Subaru Solterra með þetta rally DNA í sér? Eins og ég nefndi áðan þá þessi Subaru Solterra byggður í samvinnu við Toyota og Toyota telur að ef þú ætlar að fá það allra besta úr bíl í torfærum og á mannbyggi að þá á að vera 2 metrar 840 cm á milli axla. Þessi bíl hefur það. Það hefur einnig Toyota Land Cruiser eða Lexus GX eða Toyota 4Runner. Þannig að ég myndi segja það að Subaru hafi hitt naglann á höfuðið að vera í samvinnu við Toyota hvað þetta varðar. Út af því að þessi bíl alveg drullufær í þessari drullu og snjó og slabbi og ógeði. Ég hef aldrei keyrt rafmagnsbíl í svona aðstæðu og þessi bíl hann lætur mig finnast eins og ég geti það án þess að hafa nokkrar áhyggjur. Þessi bíl lætur mig líða eins og ég sé Colin McRae. It's a dirty job, but somebody's gotta do it.